jólaþættinum ykkar Kompássi. Komið þið sæl og velkomin í Kompás. Umskipti urðu í lífi Ómars Ragnarssonar fyrir tæpum 3 vikum þegar hann tilkynnti á blaðamannafundi að hann ætlaði að helga sig í baráttunni fyrir umhverfismálum. Ómar þekktasti sjónvarpsmaður landsins. Hann hefur verið opinber persóna í tæp 50 ár, vakið athygli fyrir fréttir, skemmtanir og tónlist, svo lengi sem flestir Íslendingar muna. Í kvöld fjallar Kompás krossferð Ómars gegn Kárahnjúkavirkjun, hann hrópandinn á örkinni. Við áttum þess kost að fylgjast með Ómari nokkra dagsparta nú á haustdögum, einmitt þegar Hálslón var að dýpka hvað hraðast. En hvað Ómar að gera þarna? Eru einhverjir að hjálpa honum? Hefur hann efna á þessu? En við skulum byrja á því að bregða okkur 10 daga aftur í tíman. Það 50-dagsmorgun 28. september. Fjölmenni við Kárahnjúka. Tugir fjölmiðlamanna, innlendra sem erlendra, eru mættir til að fylgjast með. Öllum ljóst að þessi stund markar þáttaskil. Það verið að loka fyrir rennsli stærsta fljóts Austurlands, Jökulsár á Dal. Áin það renni í síðasta sinn óbeisluðum hafrahvammagljúfur. Hinn ógnarstóra Kárahnjúkastífla risin til að stöðva fljótið og mynda miðlunarlón á starfi Lagarfljót. Raforkan sem fæst með þessum aðgerðum verður það mikil að hún mun nema 3/4 allrar raforkuframleiðslu í landinu. Á sama tíma, 5 kílómetrum fyrir innan stífluna, grillir í lítinn plastbát á Gljúfurbakkanum. Kunnasti sjónvarpsmaður og skemmtikraftur landsins undanfarna áratugi, Ómar Ragnarsson, hefur með ærinni fyrirhöfn haft fyrir því að koma bátnum sínum, örkinni, á þennan afskekkta stað. Hans tilfinningar gagnvart því sem hér að gerast eru sterkar. Þetta einhver dapurlegasti dagur sem ég lifað á langri starfsævi vegna þess að hér verið að hefja mestu mögulegu óafturkræfu umhverfisspjöld sem hægt að fremja á Íslandi og það á kostnað milljóna ófæddra Íslendinga. Ljósið í myrkrinu fólki sem flæddi í gegnum Reykjavík í líki Jökulsár fyrir 2 dögum. Nei, heyrðu, þetta ótrúlega. Þetta nær upp allt ákastæðið. Langt frá beysinu. Já, lögregla verður að tellja þetta bara. Með fyrrverandi þjóðhöfðingja landsins við hlið, Vigdísi Finnbogadóttur, var Ómar skyndilega orðinn helsti foringi umhverfisverndar sinna í landinu. 5 dögum áður hafði hann óvænt eins og hann sagði sjálfur komið úr skápnum með því að lýsa afdráttarlausri afstöðu til Kárahnjúkavirkjunar. Mannfjöldinn sem fylgdi honum var slíkur að engin stjórnmálaflokkur getur leyft sér að hlusta ekki á þessar raddir. Ómar neitar því að slagurinn Hálslón sé tapaður. Það skiptir ekki máli hvort slagurinn tapaður eða ekki. Honum ekki lokið. Við liggjum í gólfinu í dag á þessum dapurlega degi og höfum verið slegið niður í 7. lotu. En við rísum aftur upp á tölunni 8 og það 8 mánuðir frá kosningum og við skulum sjá til. Betra að falla með sæmd en lifa með skömm. Og við erum 100% öruggum að tapa öllu ef við gefumst upp. Hér unnið í kapp við tíman. Eftir fáar klukkustundir verður örttækkandi lónið búið að fylla gljúfrið fyrir neðan. Svissneskur jarðfræðingur, Martin Gaffif, aðstoðar Ómar við að safna sínum. Við erum að safna borð í örkina. Blómum, steintegundum. Við verðum með 1 kassa fullan af sandinum sem Jökla var svo vinsamlega að koma með hér upp fyrir 2 árum til að sýna okkur framtíð dalsins þegar hann þurr í júní. Þá verður meirihluti hans þakinn þessum sandi sem þornar eins og ég hef horft upp á í hittivira á nokkrum klukkutímum og verður eins og hveiti. Daginn eftir allt orðið breytt. Það kom Ómari á óvart hversu hratt hækkaði lóninu og þegar hann mætti á svæðið árla morguns stemdi í óefni. Og látur hann fara? Nei, jú vegna þess að ég dró hann langt upp fyrir það sem þetta tíður geti bróðgetum við. Hann var bara að fara. Og ef hann hefði farið þá farið inn í glúru og ekki náðun. Og hann þarf að flýja með jeppan undan hækkandi lóninu. Svo komu hérna 2 hjá landsíkju niður á bakkan og hérna sagði mig, heyrðu, kom bíll hingað?
Hann líti, þú eru ekki undan vegar. Ég sagði, nei, ég kom með hann á þyrlu. Þyrlu, bara að djóka. Ok, sannið að ég sé ekki að djóka. Finnið þið sporin. Má ekki það finna. Þið sjá hvernig þessi gróður hérna. Ef þú ert á stórum dekkjum og hleypir úr, það markar ekki í það. Og það er löngu sokki það sem átti að hafa valdið eitthvað umhverfið. Þú ætlar að gera heila bíómyndir þessu? Ég vona það, ég geti gert mynd sem heitir Drukknandi dalur og það var mjög blaut mynd og sennilega verða vasaklútar blautir líka í salnum. Þar sem báturinn lá á gljúfurbarmi í gær er nú orðið eins og hafsjór yfir að líta. Meðal þeirra sem er borð er Sigurður Grímsson kvikmyndagerðarmaður sem ætlaði fyrst að vera bara í nokkra daga við Kárahnjúka en ílentist lengur með Ómari. Minn þáttur er ósköp lítill en leið kannski það að við ákváðum bara að reyna að festa þetta dokument, reyna að safna saman efni það sem hér er að gerast og við ætluðum okkur aldrei neitt stórt í upphafi en þetta hefur orðið safnast upp heilmikið efni og hvað verður úr því vitum við ekkert en allavega það eru tilfarnar myndir sem ekki verða teknar aftur. Í fyrstu mætti ætla að hér stæðu margir og fjársterkir aðilar að baki en fljótlega verður ljóst að það er öðru nær. Hinn svísneski Martin mætti á svæði eftir að Ómar sendi hjálparbeiðni til vinafólks á Héraði aðstoð við bátinn. Og 76 ára smiður Völundur Jóhannesson sem á eigið sæluhús í Grágæsadal aumkaði sér yfir Ómar í síðustu viku þegar hann að tilviljun sá að báturinn var algjörlega vanbúinn til siglinga. Þá var einn allur undirbúningur eftir sko, það var bara báturinn og hvolfi hér sem ég fann á mér að ég bara hjálpa honum eitthvað það sem hann gæti og ég náttúrulega átti allt til kannski en mótorinn minn var náttúrulega lítill, 4 hestar og við sem ekki einsinni hvort það hægt var að hafa ára á honum en auðvitað þarf mann að hafa ára og svo þess að maður geta að bjarga sér eitthvað við landinni sko stíð og svo ég fór og skreið undir bátinn og sá hvernig það var og fór svo yfir í Grágæsadal kvöldið eftir og smíða árafæslingarnar árarnar komið mér frá Ístum og tóun. Og ekki vildi Völundur að Ómar færa sigla án björgunarvestis og retaði því einnig. Býttu hvernig á þetta? Það er auðvitað. Þetta er bara eins og önnur vesti. Það er bara í það. Já, þú bara sagði það, veit það. Ég fór í þetta í gær, sko. Gististaðir Ómars eru aðalega hans eigin bílar á svæðinu. Þetta er þinn aða sörfstaðir hérna upp á Karlakamann ekki? Jú, þessi bíl er búinn að þjóna mér í mörg ár. Þetta er Suzuki Samurai, eldgammal 20 ára gammal bíl. Ég fekk hann 80.000 krónur fyrir 5 árum. Hann er búinn að það er ekki slegið feilpúst og þeim mun meira drass sem ég með í bílnum og þeim mun minni sem bílinn er, þeim mun betur sef ég. Þannig að ég sef langt best í Fiat 126 sem er næstminnsti bíl landsins og sem ég er með á Akureyrarflugvelli því að aðalatriðið er þessi síðustu ár sem ég er búinn að vera hérna að spara með bílaleigubíla. Ég sagði við Geir Haarde, svona því að hann er nú viðskiptafræðingur að mennt, hérna Sæjan Hugmyndaflug EHF sem væri bæði verstrekna fyrirtæki landsins og bestrekna. Það þótti honum mjög fróðlegt og skýringin er þessi að sko það er náttúrulega verstrekna fyrirtæki landsins sem hefur störf þar sem að fyrirsjáanlegt að verði minnstakosti 1 milljón krónur í tap á hverju ári. Sko uppleggið er það versta. En það er bestrekna fyrirtæki að því lítið til að það er ekkert fyrirtæki í Íslandi sem að reyndir mikið að lágmarka þetta tap. Og ekki eyðir Ómar miklu í fæði. Út allt sé hann við Cheerios pakka. Það er Cheerios í bílnum og það er Cheerios í bátnum. Þetta er hans aðalfæða á fjöllum. Já, það er besta sem ég er með bakflæðiskinu og það er það besta sem ég get getið. Það fitnar ekki að því og hérna það er þægilegt og handtakt. Það hljómar að vísu dálítið ríkmannlega að vera með flugvél, bát og 7 bíla. Og til að verkefni gangi upp hefur hann þurft að búa sér til 4 flugvelli á hálendinu. Hann fann sér þokkalega slétta mela og ók síðan jeppunum fram og tilbaka yfir þá til að slétta og úrvað flugvallur. Já, það er nauðsynlegt til þess að flugvellinum að þá verði ég að vera með 3 bíla. Ég verði að vera með 2 til að binda flugvélina niður því ég vildi ekki draga neitt stein inn á völlin og raskaninu og svo 3. bílinn til þess að geta verið í. Þetta er farið Síðan er einn bíl niður á Egilsstöðum, svo ég þurfti ekki að taka bílaleigubíl þar. Einn á flugvellinu hérna fyrir í Snæfell
Einn fór ég með upp í Kríkinsárana til þess að valta flugbraut þar og svo einn á Akureyri og svo þessi bátur og þetta bara nauðsynlegt en bílarnir allir drustur og sögumæði fengi gefins og kostuðu ekki nema nokkra 20.000 hver. Og erfitt að koma svona í gang með síðan Stundir, náttúrulega stór hluti af þessu basli verið það að þessi bílar alltaf að bila, þetta eru 20 ára gamlar drusturinn sem ég kalla, en þeir eru á saman stað sem bara furðu vel. Við kynntumst því seint kvöld á einum flugvellinum að það ekkert grín að halda tækjaflótanum gangandi. Einn jeppi neitar að fara í gang og Ómar telur líklegast að það vanti bara bensín. Hann tekur sjálfur að sér að vera bensíndæla. Æfið aftur á hana. Þú lendur aldrei í því að fá bensínu upp í þig? Mjög ansjá. Það gerist eiginlega ekki oft. Og þegar það gerist sko þá við borða grautin og eftir þá geta kemur olíubrák út af grautin. Ekki fór jeppin í gang eftir þetta, en þá næst að reyna að draga í gang. Jeppin hrekkur í gang, en þá tekur við nokkuð undarlegt. Ómar tekur upp á því að keyra jeppan á fullri ferð eftir flugbrautunum fram og tilbaka. Einhver hefur á orðið að sennilega sé hann að reyna að hreinsa sótu úr vélinni. Að lokum leggur hann jeppanum efst upp í hárri brekku skammt frá til hann geti þá rennt honum í gang morguninn. Það nú kannski sko annað ævintýri og það þurfti kannski að búa til bíómynd það. En það þessir bílar eru náttúrulega skrautlegir eins og eigandinn og þeir eru náttúrulega, þeir eru ekki dýrar í kantinum. En þeir komast áfram og það einhvern veginn og þannig alltaf snýst þetta allt og þó að þurfa að stúsast mikið og lyklarnir týnist og þetta sé svona pínlítið stundum í óreiðu, þá visst skipulag á óreiðinu og alltaf gengur þetta upp, ævintýrið, einhvern veginn. Öll þessi útgerð á fjöllum hefur reynt verulega á fjárhag Ómars, svo mjög að hann og eiginkonu hans eru eignalaus. Ómar segir að þau hjónin hafa ákveðið að setja allar sínar eigur í verkefnið og það eina sem þau eigi eftir sé flugvélin TF Frú. Einmitt að þú kemur inn á fjármálum, margir spyrja sig hvernig hefur efni á þessu útfaldi hérna og efni þessu útgerð? Ég hef það svo sem ekki en þetta búið að kosta mig nokkra milljónir á hverju ári en ég hef fengið svolítið stuðning og stuðningurinn svona eldir. Ég bara að velta á undan með skuldum og stuðningurinn eldir þær og svo bara það spennandi hvern mánaðamót og bara verkefni svo stórt að einhver fréttamaðsræfið sko, hann verður bara svona eins og ég verður göngunni, bara sandkotn miðað við stærð þessa máls. Þannig að þú ert ekkert að spyrja persónulegan fjárhag þegar þú ert að þessu? Ekki núna, konan mín segist hins vegar stundum að henni finnst skrítið að við getum ekki fyrir svona fólk og ég skil það mjög vel, ég er nú vonast til þess að það lægist núna. Nú versti hjallinn yfirstaði væntanlega í vetur þegar þessari drekkingu lokið og þá fer maður að reyna að vinna úr þessu og kannski að fá einhverja peninga fyrir það og kannski einhvern stuðning líka. En ég varð bara að klára þetta og ég vissi alltaf að árið 2006 yrði það erfiðast sem ég lifað og af því ég var búinn að eiginlega ákveða fyrirfram fyrir 3 árum að þá verður það miklu leittara núna. Þú nefnir stuðning, áttu svona einhverja velvildarmenn sem vilja svona taka þátt í að sjá þetta verkefni verða að veruleika? Það hafa tveir menn hafa stutt mig örfáa milljónir en ég komin sko í kostnaði upp í 20. Ég fekk styrk úr pokasjóður og það fleytti mér áfram fyrir aðra mynd sem ég gerði og minningarsjóði líka á sínu tíma og allt þetta hefur alltaf skorið minni úr snörunni skilur og svo kemur alltaf ólinn aftur og maður verður bara að treysta á hjálp Guðs og góðra manna. Ég held að sé fyrir törn á að gera þetta Kristján Már. Finnst þér eðlilegt? Þetta mannvirki, þetta lón stærsta mannvirki á Íslandi. Það stærra en þessi mannvirki, steypumannvirki. Og það einn kvikmyndagerðarmaður sem hefur áhuga á að taka mynd af
gerð stærsta mannvirkis á Íslandi. Ég segi það umhugsunarefni. Og ég sé ekki eftir að ætla að gera þetta. Ég hélt kannski í huga mér, það hlýtur einhver að gera þetta annar. En við sjáum bara núna, það hefði enginn gert það annar. Og ég vonast til þess að það fara að ljúka því tímabili lífið mín þar sem ég alltaf einn. En það eru góðu menn sem hafa komið til mín alltaf á síðustu stundu. Völundur kemur hérna þegar ég alveg að lokast. Ég hef búin að bjóða ofmörgum ráðherrum og það fór alltaf mikil tími í það. Og síðan kemur Sigurður Grímsson eins og engill af himnum þegar ég hef engan tökum með mér. Auðvitað get ekki einn verið á bátnum og einn að taka og allt það. Þannig að þetta var alltaf sloppið fyrir horn. Rétt sloppið. Þetta er eins og lygasaga hvernig það er sloppið. En visti hér í þessum bíl, hérna einn upp á Reyði fjöllum í kannski 600 metra hæðu í sjámáli og það eru hérna frostnætur, er þetta ekki þessi kuldalegt og umönnulegt? Nei, ég bara klæði mig vel og hérna og eins og ég segi, þegar mér að drasli mér í bíluna þá verður meira rými eftir fyrir mig og þegar rými er svo lítið að ég er orðinn eins og í svefnpoka, þá bara hita ég mig upp sjálfur. Svo set ég nú kannski bílinn í gang af og til og svona þegar ég fyrir að skjálfa og hita aðeins og þetta gengi bara vel okkur semur mjög vel þessum gamla ræfli hérna og mér. En svo hefur líka verið að sofa, Völundur á Skála hérna? Já, ég fengi það nótt og nótt þar og ég meira sér sofið í flugvél nokkra nætur. Ég var svo heppinn ég er búinn að koma Ómar að minnstu tvisvar hanga með mér núna og allan sofa og hafa það gott bara. Ég held að sofa til klukkan 8 í morgun með þessu. Það þótti merkilegt. Ómar hefur nú í 8 ár komið á hverju einasta sumri á þessar slóðir og dvalið þar lengri og skemmri tíma, oftast aleinn. Ég hitti einu sinni í Vopnafirði. Þetta er spurning hugarfar þess sem er einn upp á fjöllum. Þetta er bara spurning hugarfar, ekki spurning aðstæður. Fyrir mörgum árum gerði ég þátt Guðmundarstaðabræður sem eru mikið einir og ég spurði Stefán Ásbjörnsson, er ekki stundum leiðilegt að vera einn? Og hann sagði, og ég ætla að herma eftir honum, þó hann sé nú látinn: Nei, mér leiðist aldrei einum. Ég bara minni á það að þegar Steingrímur í Nesi datt ofan í gjá og var týndur í mörg dægur og var loksins bjargað og hann dreginn upp úr gjánni, þá var hann skellihlæjandi og hann var spurður: Leiddist þér ekki svona einum í öll þessi dægur ofan í dimmri gjánni? Og hann sagði: Nei, það leiðist engum einum ef hann er nógu skemmtilegur sjálfur. Ég ætla að fá mér sokka. Þetta eru bara samskoða Stífin og Gísla Uppsson með. Já. Ekkert öðruvísi. Ég er alltaf með það samt, sko, eftir hendur tilbúnar. Já. Nú þurfum að fara að huga sér, nú leiðir haltur blinda, sko. Ég hef bara notað tryggingisbótur á feysi en ekki á skipi. Afmælistilboð fyrir M12 áskrifendur stöðvar 2. Veggfóður, tímarit hönnun og lífstíl. M12 áskrifendum stöðvar 2 býðist blaðið á sérkjörum. Árs áskrifta veggfóðri á aðeins 399 krónur eintakið. Hringdu núna í síma 550 50 60 og tryggðu þér áskrift. M12, allt fyrir áskrifendur. Póststóð er sérstakur hugbúnaður sem prentar út límmiða með póstupplýsingum og strikamerki svo hægt er að fylgjast með ferð vörunnar öflugt dreifikerfi póstsins á netinu. Það sparar tíma. Þess vegna er konan svona eirðarlaus. Pósturinn, allur pakkinn. Ekki bíða, hafðu samband. Léttbílgjan kynnir. Við höfum beðið eftir að hann kæmi í meir en 40 ár og nú er hann á leiðinni. Hinn eini og sanni Cliff Richard mun halda sannkallaða stórtónleika í Laugardalshöll 28. mars á næsta ári. Cliff mun ásamt stórri hljómsveit flytja flest sín þekktustu lög og verður það engu til sparað að gera þennan einstaka tónlistaviðburð sem glæsilegastan og meðal annars risaskjáir settir upp sitt hvorum eigin við sviðið. Miðasala á stórtónleika Cliff Richard er hafin á miði.is og í skífuverslunum í Reykjavík og BT út á landi. Ekki missa af einni
mestu goðsögn popsögunar og tryggðu þér miða áður en það verður uppselt. Við ætlum nú að sigla með Ómari Hálslón, heyra skoðanir hans á þeim sem ábyrgðina bera, upplifa það þegar hann sér og lýsir náttúrugersemum sem eru endanlega að tapast. Og svo eru kannski einhverjir sem spyrja hvort það sé Ómar sem búinn að tapa sér. Framundan löng barátta við öfluga mótherja en við munum berjast. Við munum berjast á strandunum, við munum berjast á sandunum, við munum berjast í dölunum, á fjallunum, á hraunbreiðunum, á háhitasvæðunum, berjast á gljúfurbörmunum, á ánum og vatnunum, við munum berjast á eldfjöllunum og jöklunum og við munum aldrei gefast upp! Það kaldur októbermorgun. Við erum langt inn á hálendi Íslands í nærri 600 metra hæð yfir sjávarmáli. 4 stiga frost var nóttina og ís farin að myndast á Hálslóni. Það ekkert björgunarvesti. Jú þetta. Við kunnum ekkert. Freyr Arnarsson, kvikmyndatökumaður, komin í bátinn til að mynda fyrir Ómar í dag. Það svo skrítið með umræðina á undanförnum þegar þú ákvaðst að stíga þetta skref og eins og þú sagt sjálfur fara úr skápnum, þá heyrði ég marga að segja nú hann endalega í gengin af köflanum, nú hann orðin galinn. Akkur ég eitthvað meira galinn en aðrir sem hafa skoðanir? Ég galinn vegna þess að ég hef ákveðna skoðun? Þetta grundvöllur lýðræðisins og ég bara að fara eftir ákalli tveggja forystumanna núverandi stjórnarflokka, Bjarnar Bindissonar og Hermanns Jónassonar sem sögðu á héraðsmótunum þegar ég var 18 ára og 20. Bjarni Bindisson sagði gjör rétt, þolei órétt og hinn sagði Hermann Jónasson byrja allar ræðurnar á þau eru vestinst högglu svik að þegja við öllu rungu. Þetta bara grundvöllur lýðræðisins, ég að notfæra mér grundvallar rétt sem að ég hef afsalað mér undanfarin ár og þegar ég kem fram og segi skoðanir mínar þá það með ólíkindum að einhver telji að það sé einhver geggjum. Mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt að ég fái nú loksins að tala eitthvað, 66 ára gamall. Ég orðinn eins og bara Jón Ólafsson á Bíldal, ég frjáls eins og fuglinn. Já, Ómar frjáls eins og fuglinn og hér lyftir hann sér til flugs á frúnni til að mynda hið nýja Hálslón úr lofti. Hann orðinn alveg spinningar. Hvað segir þú eftir í samveru við hann í 10 daga? Nei, Ómar ekkert galinn, langt í frá. Ómar sennilega bara einn af þeim fáu sem að fylgir sannfæringu sinni eftir með svona miklum krafti að það vekur svona miklu eftirtekt og það sko hvert einasta hreyfing Ómars Ragnarssonar í þessu máli hérna kemur beint frá hjartanu og með fullri vitund og tilfinningu þannig að það alls ekki hægt að segja að Ómar Ragnarsson sé galinn. Hann kannski sér þetta í miklu sterkara heldur en margur annar en engin furða vegna þess að hver nær landinu heldur en Ómar Ragnarsson. Já, þarna hún ennþá. Já, ég lenda á skeri fyrir þeim. Við siglum nú að Sauðárfossum sem að hverfa. Síðustu leifarnar af Sauðárfossum sem var mikil og falleg hvítfyssandi fossaröð. Sauðá þverá jöklu og féll hérna alveg niður í botn dalsins í mjög fallegum fossum. Við höfum fylgst með því á verkinu undanfarna daga hvernig fossarnir hafa týnt tölunni einn af öðrum og mjög fróðlegt að sjá þegar að guli liturinn sækir á þann tæra. Þetta voru alltaf mjög falleg ármót hérna fyrir neðan, algjör andstæður þessar 2 ár og það fór fram hérna gerningu fyrir 3 dögum þar sem Ragnar Axelsson og Mekkino, vinnur hans flugmaður og Völundur, þeir settu myndir af svæðinu í fossvatnið og letu flæða út í nýja lónið. Við sjáum einmitt hérna
sjáum hvernig vatnið og hver skilin eru. Þetta aldrei magnað að sjá þetta. Já. Og samt jökla núna ekki nema brot af því, þetta ekki nema brot af þeim aur sem á sumrin, þá voru hún bara eins og súkkulaði. Hverju myndu sjá mest eftir hérna? Það öllu þessu landslagi sem að hverfa. Merkilegast eru hjallarnir vegna þess að þeir segja loftslagssögu síðustu 11.000 ára og eru alveg dæmaleg smíð og eru í raun og veru, þetta samfella, Kristján Már. Það gljúfrin og hjallarnir mynduðust alltaf saman. Þegar hún gróf gljúfrin niður í stöllum og það mynduðust nýjar hjallarinn í dalnum og þetta segir loftslagssöguna. Þetta það merkilegast í dalnum og hins vegar segna ég mest botnsins hérna. Það voru Staparnir og Rauðaflúðin. Þar var áinn stöðuð í verki sem var byrjuð á því að grafa dýpra gljúfur sem hefði orðið rauða gljúfur með rauða gólfi. Bakkarnir voru rautt bara eins og bara skrautgólf og Rauðaflúðin fyrir innan. Ég sé mest eftir þeim stað. Og þetta allt horfið núna? Þetta allt horfið núna og kannski mest af þessum náttúrudjásnum, þau eru horfið nú þegar. Það hvarf þetta er eins og í eldgosi, það gerðist langmest fyrst. Og þessi mestu náttúrudjás sem mér fannst alltaf vera ásamt náttúrulega hálsinni sem alveg dæmalaus. Þetta fljótshlíð íslenska hálendisins sem á að Sökkvaeyða, bogadregin 15 km löng hlíð sem sést nú ekki mikið hérðan en betur innar. Mjög fáir sem hafa séð þetta vegna þess að útsýnisleiðin hérna hefur legið frá þessu svæði en ekki að því. Heldur það sé með ráðum gert? Ég veit ekkert það, ég ætla fólki ekki neitt slíkt en þetta fór þannig að þeir sem sáu þetta með eigin augum sáu þetta alltaf augum megin. Ferðamennir sem komu hingað, þeir sáu aldrei? Þeir komu hingað og sögðu þetta er bara urð og grót og ekkert verði þetta og það er allt í lagi Sökkva þessu. Meira sé að þeir voru að tala það við suma þeirra að það væri heill dalur 25 km inn að jöklinum að þá sögðu þeir, já nei okkur skildist þetta væri bara það sem væri næst þyrni og þá fenguðu bara þessa hugmynd og jáfnvel sko ég hef á tilfinningur að það er eins og þjóðin stór hluti þjóðarinnar hafi ekki vilja vita af þessu og bara það fór eins og segir í biblíunni sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Það var eitthvað svoleiðis í gangi líka. Fórstu hrópandinn í eðmerkinni? Ekki núna, hrópandinn á örkinni. Kannski ár síðan þessi pólitíska ákvörðun tekin. 4, 5, jafnvel 6 ár síðan þessi ákvörðun að mótast hjá stjórnmálamönnum að gera þetta. Var enginn séns þá að láta vita og hrópa? Ég hélt nefnilega Kristján Már, ég var svo bláður að halda að vönduð fjölmiðla umfjöllun sem að sýndi þetta allt með og á móti frá upphafi, hún myndi skila sér. Það kom bara ljós, hún skilaði sér ekki. Ég er búin að hitta svo mikið af fólki sem veit ekki grundvallaratriðin eins og til dæmis það að menn skuli ennþá skrifa það að þetta lón verði hliðstæða Þingvallavatns og Elliðavatns. Þetta er gjör ólíkt. Þetta lón því verður pumpað upp og niður á hverju ári sem svarar heilum Hvalfirði og meiriparturinn af því verður á þurru í júní. Þetta er dæmalaust lón, þetta er dæmalaust vatn á Íslandi og ekki að líka saman við neitt annað vatn og þarna fann ég meira sé að núna eftir allar þessu umræðu að fólk veit þetta ekki og þar brást ég og brugðust svo margir. Þannig að þetta lón verður ekki náttúruperl þar sem fólk getur farið í bátsferðir og álftir og gæsir hér syndandi? Jú, í ágúst, seint í ágúst og september. Það er bara svo stuttur tími af sumrinu. Það getur orðið þetta lón ef að við slökkum á virkjuninni og höldum við kyrru. Það verður ekki gert. Það mun sveiflast upp og niður. Það mun sveiflast upp og niður og það verður gríðarlegt vandamál þegar að þessi langa hlíð hérna, 18 km löng hlíð, verður þakin sandi, þurrum sandi í júní og svo kemur suðvestanvindurinn og ég hef sjálfur verið hérna nýra bakkanum sem að núna er á 50 metra dýpi þar sem að jökla var svo vinsamleg fyrir 2 árum að senda sýnisotnum á bakkan af sandi þegar hún flæddi aðeins og 3 tímum þar sem ég stóð þarna þegar hætti að rigna og sólinn bregst fram og það voru þetta orðið svo hveiti. Ég sýndi fréttum þetta, það tók enginn eftir því. Maður veltir því fyrir sér sko þegar þú sagðir vöndu fjölmiðla umfjöllun fyrir kannski 4-5 árum.
Brúðust kannski fjölmiðlarnir, hefur þið þurft að greina meira og betur frá þessu? Ég tel það, ég tel að máttleysi íslenska fjölmiðlar verði í minnum haft eftir að menn fara að skoða þetta seinna og eins og ég segi, ég gerði 2 heimildarmyndir, skrifaði heila bók, gerði ótal fréttir en ég var alltaf í raun og veru, Kristján, með hendurnar bundnar fyrir aftan bak. Ef að ég fór að fjalla eitthvað óskaplega mikið þetta sífellt aftur og aftur, þá náttúrulega varð ég þá bara að hætta því og gera það sem ég gerði loksins núna. Og kannski hefði ég átt að gera það, en það er þarflaust að tala um það núna. Mér fannst, núna þegar ég lít tilbaka, finnst mér eins og meiri hluti Íslendinga hafi verið í afneitun og ekki vilja sjá þetta. En nú sjá mér þetta, og nú siglum við þetta og nú fáum við að sjá þetta eftir á. Við skutum fyrst og ætlum síðan að spyrja eftir á. Heldur að stjórnmálamennir sem tóku þessu ákvörðun, þeir séu svona sakbætni núna? Ég fæ mismunandi viðbrögð, ég er búinn að fara með fullt af fólki hérna og þeir sem eru ennþá sannfærðir að hafa gert rétt, ég leiði þá hér og segi þeim frá staðreyndum og þeir fara nákvæmlega á mínum hraða. Svo eru aðrir sem segja ekki neitt, en þeir stansa og horfa í kringum sig lengi. Það sem ég á enga von að ég horfi í kringum sig og ég sé á svipnum að það er svona, ætlum við virkilega að gera þetta? Var það þetta sem við ætlum að gera? Ég les það úr andlitunum, þó það segi ekki neitt. Þetta er sko eitt sérkennilegasti hjallinn. Kemur svona út eins og reyndar sennilega eitthvað harðara í honum. Það verður þarf að kafa eftir hvað sem tekur. Já, alltaf ekki. Höfum það sem okkur er kærast í öruggum höndum. Tökum enga áhættu, ferðumst með beltin spennt. Hópbílar. Hjá Mest færðu mikið úrval af hellum, garðljósum og bílskúrshörðum. Mest, allt til bygginga. Netvistun kynnir vefi frá fleiri ánægðum viðskiptavinum. Drösull.is, dýralækningaþjónusta. Plexigler.is, nánast endalausir möguleikar. NASA.is, lifandi hús við Austurvöll. Reiknivélar.is, allar gerðir reiknivela. Vorum að taka að nýja sendingu af heimasíðum, kynntu þér málið á netvistun.is. Afmælistilboð fyrir M12 áskrifendur stöðvar 2. Fullbúinn Tucson DFD sportjeppi með 100.000 króna afslætti og glæsilegum 300.000 króna aukahlutapakka. Vetradekk á álfylgum, vindskeið, DFD-kerfi með 2 skjám og nokkrar af bestu þáttaröðum stöðvar 2 á DFD-diskum. Aðeins M12 áskrifendur stöðvar 2 fá þennan glæsilega sportjeppa og samkulluðu fólksbílaverði eða frá 2.490.000 krónum. BOL, með bílinn handa þér. M12, allt fyrir áskrifendur. En hvað tekur nú við hjá Ómari? Vetur fer að leggjast yfir Kárahnjúka og hann á að mæta til vinnu hjá Ríkissjónvarpinu þann 15. október eftir langt frí og fer þá í þáttagerð. Verður reynt að þakka niður í honum. Í hvaða átakamál ætlar hann að blanda sér? Þið verður eiginlega að láta allan hópinn syngja eitt lag. Við gerum það, Ísland verður skorið. Það er ekki, hefur við ekki að gera það í lokin?
Jú, í lokin eða áður eða... Það getur verið mjög gott að gera á milli. Svo fólki getur tekið þátt af því þessi ganga næri upp á Hlemmi. Hún er allir upp á Hlemmi. Hérna upp á Hlemmi? Ég trúi þér ekki. Ganga næri upp á Hlemmi, ennþá. Veistu það, þetta bara svo leitt. Þetta bara kvennafrídagurinn. Hún næri upp á Hlemmi. Ég var að ringja og hún næri... Núna næri hún upp á Hlemmi? Núna? Hæ, það var. Þetta stríð sem að vísu erfitt og torsótt sem framundan og í þeirri baráttu hef ég ekkert að bjóða ykkur nema blóð undan nöglunum, svita og tár. En takmark okkar samt aðeins eitt. Sigur, sigur, hvað sem það kostar. Þetta sko eins og ég segi, á hverjum degi þá verður til nýtt ævintýraland á Hverfur. Þetta mun hugsanlega eitthvað hamlaður frá því að sigla hérna vatninu? Já, sko. Ísmyndum hérna? Leið og kemur fram á hausti þá verður þetta bara fastur ís og hérna þá verður ekkert þetta að gera svona. En það má segja upp á það að þetta njóti sín að þá náttúrulega þetta langsamlega skemmtilegasti tíminn að vera með þetta svona. Þetta allstaðfósið. Þetta náttúrulega... Já. Og virkar bara ágætlega sem ís? Virkar mjög vel. Þetta nýfundaland, hvort þið og það mikið af ís og þetta nýtt land sem við finnum okkur degi. Nýtt landslag getur við sagt. Nýfundan landslag skulum við segja. Það var verið að halda upp á fertugsafmæli sjónvarpsins bara núna fyrir helgi. Ja. Og menn nefndu, hvar er Ómar Ragnarsson? Af hverju sést hann ekki meira? Hérna, margir segja sjónvarpsins fyrstu 40 árin, það hefði ekkert verið án Ómars Ragnarssonar, en af hverju ég ekki gerð svona meira og stærri skil í þessu? Ég hef ekki hugmynd það var hringt í mig og spurt hvort ég vildi vera viðstaddur sem gestur og ég tók það ekki sem svo að ég ætti að fara í viðtal. Og ég var bara að basla hérna fyrir austan og það bilaði bíllinn og margt gerðist og ég sá ekkert ástæðu til þess að vera að leggja mig mikið eftir því að standa þarna í hópnum þegar þetta hérna er að gera á sama tíma. Og ég veit ekki í dag hvað þetta var enda er það bara ekki mitt mál, en ég var aldrei boðað um eitt viðtal svo sem. Það er ekki verið að setja því í salt? Ég get ekki ímyndið mig það, ég byrja að vinna núna 16. október og byrja þá að klippa stiklu sem verða vonandi til sölu fyrir jólum og svo framvegis og ég mun halda að vinna mín prógram. Og hérna þetta er algjört aukaatriði. Þetta er það sem að skiptir máli núna. Gerist núna og aldrei aftur og það er bara einn maður sem ætlar að taka mynd af þessu. Það vísir mig hjálp, góðra vinna sem koma að hjálpa mér vegna þess að ég get ekki gert það aðeinn. En hafa með reynt að þakka niður þér, sitja til hliðar? Utanfrá, ekki innan sem hósins, utanfrá. Það kom mjög mikið þrýstingur utanfrá á mig og ég hef svo sem ekki spurt mína yfirmenn úr því að það hefur komið svo mikið þrýstingur á mig þá var vafalaust verið þrýstingur á þá og maður hefur allan tíman verið mjög meðvitaður um þrýsting og það hefur verið hótað að maður verið rekinn, það er að segja eins og gert var 1999 og var sakaður um að hafa misnótað aðstöðu mína og verið óhlutdrægur og fór í rannsókn sem að sýknaði mig og það var mér mjög dýrmætt og gat ég haldið áfram og ég hefði hvenær sem er fram að þessum tíma núna geta farið í slíka rannsókn aftur rólegur og það vissu yfirmenn mínir líka en smám saman var ég komin í þessi aðstöðu, ég áttaði mig á því að allt það sem ég var búinn að vera að reyna að gera til þess að lofa fólki að sjá þetta allt og mynda sér skoðun með allar upplýsingarnar, það hefði bara farið fram hjá fólkinu og þá verði ég bara að gera þetta núna svona þó að sé kannski á seint. Það er ekkert á seint, Kristján. Það er allt að bresta á, það eru allar nýju virkjanahugmyndirnar, allar nýju álvershugmyndirnar að bresta á. Það eru stærri bardagar framundan, svo ég noti það orð, heldur þessi. Og ég ætla ekki að standa hjá.
Mesti bardaginn verður Torfajökulssvæði vegna þess að þetta er mesta orkusvæðið og á mjög þægilegum stað gagnvart Suðvesturlandi. Þar af leiðandi munu þeir sem vilja virkja sækja mest inn í það svæði, bara jaðrana þá ekki sé annað, en þetta er bara eins og Yellowstone. Þú virkjar ekkert í Yellowstone, ekkert einasta hver af 10.000. Og í mínum huga er það saman með Torfajökulssvæðið. Þetta er langdýrmætasta svæðið sem við eigum á suður hluta landsins, Yellowstone Íslands, og að mínum dómi á ekki að virkja einasta hver og ekki að leggja einasta línuveg eða neitt á þessu svæði. Og það verður bardagi, vegna þess að hann er mest virði fyrir umhverfisverndamenn og mest virði fyrir virkjunarmenn. Kannski nær eru kannski, það er verið að tala um að stækka í Straumsvík og virkja í Þjórsá á Suðurlandinu, Urriðafoss og fyrir neðan Stóranúp. Það er verið að tala um álver í Helguvík og virkja þá á háhitasvæðum á Reykjanesskaga, og það er verið að tala um álver á Húsavík og virkja háhitasvæði í Þingeyjarsýslum. Munt þú koma inn í þann slag? Ég ætla bara að skoða þetta vel þegar að þessu kemur. Ég dreg mörkin á Reykjanesskaganum við Brennisteinsfjöll. Ef að menn ætla virkilega að gera allan Reykjanesskagan af virkjanasvæði, að þá er náttúrulega ekki með að ræna neina sátt. Þá bara fá þeir sem vilja virkja allt sitt, og að Reykvíkingar og nágrannas sveitarfélögin ætli að slá hendina á móti því að vera með þjóðgarð alveg í bara túnfætinum, og í staðinn að gera þetta að leiðstu svæði með blásandi borholum og virkjunum. Ég trúi því ekki, en það þarf kannski að berjast fyrir því að þetta verði ekki virkjað. Og síðan á að taka Kerlingafjöll, og þá á að taka Árnar í Skagafirði. Og virkjana hugmyndin í Skagafirði, hún er sögð vera endurnýjanleg orka og hrein. Villinganes er með lón sem að fyllist upp á 3-4 áratugum. Hún er með skemmra líf heldur meðal kolnáma, og menn tala um endurnýjanlega orku. Við verðum að fara að setjast niður átt okkur á því hvað við erum að bera okkur í munn. Skagafjarðarárnar, það er bara bardagi sem er að bresta á. Háhitasvæðið norður af Mývatni, Kröflusvæðið og Þeistareykir, er það eitthvað sem umhverfisverndafólk þarf að hugsa um? Að sjálfsögðu þarf að hugsa um það hver langt meira þetta ganga á þessu svæði. Þetta er þegar orðið virkjanasvæði. Þetta er spurningu það hvað menn tegja sér langt og lengra. Hvers vegna ekki aðeins að stinga við fæti núna og bíða að hverju liggur svona mikið á. Við erum með fullt af öðrum möguleikum og sjá hvað djúpboranirnar skila. Ef að þær skila því að við þurfum til að fáar holur til þess að fá orku sem annars þyrfti að útbýja stórt svæði til þess að ná, þá eigum við bara ekki að vaða svona fyrir en við vitum að við tökum eins lítið landsvæði með þessu lítilli vöxkun og mögulegt er. Og þess vegna eigum við bara að stoppa í 5-6 ár og sjá hvað djúpboranirnar að gera. Mér finnst það. Ég skil ekki hitt að vaða áfram með gömlu aðferðinni og vera kannski með 5-6 sinnum stærra svæði undir heldur við þurftum. Með okkur hefur verið maður sem heitir Martin, og hann hefur verið að safna grjóti af rauðufúð. Hann var miklu meira grjót, og síðan tókum við eitt hreiður sem var bara það sem við lögðum á landi á einu stað, og svona helstu jurtategundir. Við erum eftir að gera meira þessu. Ætlun mín er að örkin þessi verði nánast algjör hliðstæða arkar Nóa, og þá á ég við það að sko samkvæmt biblíunlegum skilningi þá síldi Nói í syndaflóði af mannavöldum. Það er að segja, flóði kom vegna gjörðamannanna. Þetta flóð hér er vegna gjörðamannanna. Það er deilt um að hvort það sé syndaflóð eða ekki, en þetta er algjör endurtekning. Það munaði minnst í bjargaði lambi fyrir dag. Það flæddi hérna í sandgrifum, var mér sagt, ég veit ekki hvort þið voru að gera grín á mér. Það hringdi og spurði hvort þið getur komið að bjarga lambi sem er í sjálfheldu. Það var búið að gera sandgrifur og það var svona sandhóll sem lambið hafði lokast eins og að skeri. Þegar við komum var lambið farið, en þá hefði þetta verið algjör samjöfnuður. Sem sagt að ég er að gera hér eitthvað sem að hefur ekki verið gert í 1000 ára, Nói gerði síðast. Heldur að þú náur árangri, þú hafur áhrif með því sem þú ert að gera? Ég bara alltaf vona það, og ég engum árangri. Það var bara, voru sandkornin og drópættir sem flæddi niður miðbæ Reykjavíkur.
það var fólkið sem að mun ná árangri. Það er hreyfingin. Það er ekkert sem getur ná árangri í þessu nema að droparnir og sandkornin verða jöklu sem brýst fram þannig að stjórnmálamennir sem eru kosnir að þeir verða að taka tillit til þess. En þetta hlýtur að gefa þér eitthvað? Já, þetta gefur mér það að ég veit að ég er að vinna, ég er sannfærður að ég að gera rétt. Þó að ég geti tekið undir með Bjarna heitnum Benediktssyni sem var eftirræðsorðtak hans var allt orkan tvímælis þá gert er. Þá held ég að ef maður þorir aldrei að gera neitt að þeim maður í vafa, þá gerist náttúrulega aldrei neitt. Maður er 100% öruggur með að tapa baráttunni ef maður gerir ekki neitt. Það er eins og Jón bróðir minn sagði þegar við vorum í rallinu, þú vinnur ekki rally sem þú tekur ekki þátt í. Og rally er ekki búið fyrir að búið. Það eru mín einhvern orð. Hann kendi mér þetta í rallkeppnunum og það kom sér oft vel. Þeim sem vilja kynnast frekar verkum Ómars við Kárahnjúka er bent á vefsíðuna hugmyndaflug.is. Kompás er lokið. Góðar stundir.